Hjón í Hafnarfirði ákveðu nýverið að taka slaginn og láta reyna á það fyrir dómstólum hvort löglegt sé að veita verðtryggð lán án þess að upplýsa fólk heildar lántökukostnað. Þetta getur orðið stærsta dómsmál Íslandssögunnar, segir lögmaður hjónanna. Lóa Pind Aldísadóttir ræddi við hjónin sem hvetja fólk til þess að styðja málaferlin og mæta á borgarafundum málið í Háskólabíói annað kvöld. Þau eru eiginlega af þeirri kynslóð sem ætti að vera farin að sigla lygnan sjó, sem sé ekki af sjálfhverfu kynslóðinni, eins og fyrrverandi ráðherra í ríkisstjórn Íslands hefur skilgreint íslenska höfuðborgarbúa fædda á árabilinu 1967 til 1982. Theodór og Helga Margrét giftu sig og keyptu sína fyrstu íbúð fyrir hartnær 40 árum. Börnin eru uppkomin og barnabörnin orðin 5. Þau keyptu hús 1979 í Reykjanesbæ og lentu í verðbólgubálinu upp úr 1980 þegar verðbólgan fór hæst í rúmlega 100%. Og nú hafa þau lent í hruni 2. Vegna þess að upp úr aldamótum voru dæturnar komnar í skóla á höfuðborgarsvæðinu og blikur voru á lofti með vinnu Theodórs fyrir bandaríska herinn. Vinnan hans var óörugg, herinn var að fara eða varnarlið og við ákveðum að fara til Hafnarfjarðar. Það er alltaf bara mikill verðmunur á fasteignum í Reykjanesbæ og á höfuðborgarsvæðinu. Þau byggðu aftur og þurftu að bæta við sig skuldum. En af hverju ákváðu þau að taka þennan slag fyrir dómstólum? Já, það er náttúrulega vegna þess að mann er svona óvari við því hvað hagur neytenda er fyrir borð borin. Maður fær lán og það er sama hvað gerist, það er alltaf hækka lánið. Og þú semur eitthvað og þú stendur alltaf í skilum og borgar það sem þú þarft að borgar lánið margfalt upp. Þetta höfðar til réttlætiskendarmanns. Við vorum skilin eftir í rústum föðurland. Hvert gengislánamálið á fætur öðru hefur farið hér inn í þessi gráu hús dómskerfisins og niðurstöður dómara fengið samfélagið allt til að nötra. Og því er staðan svo í dag að þeir sem tóku gengistryggð lán eru öllu betur settir en hinir sem tóku verðtryggð. Tökum dæmi. 2 fjölskyldur keyptu hvor sinn endan á parhúsi. Báðar tóku 20 milljóna krónu lán í byrjun árs 2007. Jón og Gunna tóku verðtryggt en Ösp og Börkur gengistryggt. Jón og Gunna eru búin að greiða tæpar 7,7 milljónir af sínu láni en Ösp og Börkur tæpar 7,3 milljónir. Eftir leiðréttingu skulda Ösp og Börkur 17,8 en Jón og Gunna skulda hins vegar ennþá 28,1 milljón. Jón og Gunna eru búin að borga aðeins meira, bætum því við og þá eru Ösp og Börkur 10,7 milljónum betur sett en Jón og Gunna með verðtryggðalánið. Ég var einmitt að ræða þetta í vinnunni hérna við félaga mína og þeir voru reyninni flestir með þessi verðtryggðu lán og þeir fannst þetta hrópandi óréttlæti. Og veist að þeir sem tóku þennan séns að þeir sleppa svona vel meðan hinir sitt uppi með skömmin og skaðan og allt það. Mér finnst algjörlega ótvírætt að dómarnir nýjustu í gengislánamálunum sem að færa gengislánafólkinu mikinn ávinning umfram aðra kalla á það að það sé gripið til aðgerða fyrir það fólk sem að er með verðtryggð íslensk lán og er að sligast. Ef það væri til mínus einhvern þá myndi ég gera það hana. En nú eru á seglinu kosningavöktur og það hefur ekkert gerst? Nei, en við verðum að sjá hvort að hugmyndir slíkar aðgerðir muni fá meiri hlutafylgi hér í þinginu í vetur og auðvitað hvort að stjórnmálaflokkarnir muni sína dug til þess að koma með tillögur inn í kosningabaráttuna aðgerðir til þess að mæta þessu ákalli. Theodór og Helga skuldaða mestu verðtryggð krónulán eins og flestir því 83% af öllum skuldum heimilanna er í verðtryggðum krónum. Þess vegna hefur það farið furðu hljótt að búið er að höfða fyrsta dómsmálið gegn verðtryggingunni sem mál sem hagsmunasamtök heimilanna standa á bakvið og var þingfest hér í Héraðsdómi Reykjavíkur 18. október, sama dag og enn einn gengisdómurinn féll í Hæstarétti skuldara í hag. Hvernig viðbrögð hafið þið fengið frá fólki í kringum ykkur? Við fengum náttúrulega hvatningu frá hagsmunasamtökum heimilanna en við fáum líka að heyra hluti eins og hvað eru þið eiginlega komin út í, þetta er algjörlega vonlaust hjá ykkur, hvað eru þið eiginlega
pæla með þessa verðtryggingu, hvað viljið þið bara lífeyrissjóðirnir hrynji líka? Og hvað viljið þið fá í staðinn? Sko, við erum ekki hagfræðingar og við telum okkur ekki hafa vita á því í raun, en þetta bara ekki hægt eins og þetta Þetta gengur ekki. Þetta komið nóg. Það þarf hins vegar engan hagfræðing til að skilja það að frá því í byrjun árs 2008 hefur verðbólgan hækkað verðtryggð lán 1, 2, 3, 4 tröppur eða 42%. En munurinn á herferð gengislánaskuldara fyrir dómstólum og þessu máli hér hins vegar, og skulum hafa það alveg á hreinu, að það fullkomlega heimilt samkvæmt lögum að verðtryggja lán. En hvernig þá hægt að höfða mál gegn verðtryggingu lána? Þórður lögmaður hjónanna í málinu. Þetta nú væntanlega svona dálítið heit kartafla. Af hverju tókstu það þér? Já, þetta var góð spurning. Ég hef nú gaman af áskorunum og svo var ég með góða hjálp í þessu máli líka. Þannig að ég var svona verkefnastjóri í liði manna sem hjálpaðu stað að koma þessu á blað, þessari stefnu. Og hver í þessu liði? Ég get ekki upplýst það að svo stöddu. Og af hverju ekki? Það örlítið viðkvæmt. Markmiðið segir Þórður, að fá það viðurkennt hjá dómstólum að verðbætur megi ekki leggjast á lán nema að lántækinn viti í upphafi þegar hann tekur lán hvað hann á að borga mikið. Það snýst þetta mál. Stefnan snýst meðal annars þetta atriði, að lánveitandi skuli gefa neytanda upplýsingar heildarlántökukostnað í krónum. Það augljóslega ekki hægt því enginn þeirri spádómsgæfu gætur að geta séð hver verðbólgan verður í framtíðinni. Lögin voru sett 1994 en fasteignalán féll ekki undir þessi lög fyrir árið 2000, segir Þórður. Síðan bara ekkert að fara eftir þessu. En sem var það fasteignalána að það skuli liggja fyrir heildarlántökukostnaður í upphafi láns. Hvað finnst þér þessa málsókn? Það bara mjög eðlilegt að eins og samfélagið og það sem áhuga tuðni eftir hrun að menn leiti réttar síns. Það bara sjálfsagt og eðlilegt og þetta hinn eðlilegi farvegur fyrir ágreining eða ágreining milli lántaka og lánveitenda. Mér finnst sjálfsagt að menn láti á þennan rétt reyna. Við höfum vanrægt upplýsingamiðlun til fólk sem að taka verðtryggð lán, að í raun og veru þegar til dæmis ungt fólk að skoða húsnæðiskaup og fær sýnda útreikninga með 0 eða 2,5% verðbólgu áratugi fram í tíman, þá sé kerfið að veita þeim rangar upplýsingar, af því að við í pólitíkinni og hagfræðingarnir og allt kerfið það veit betur og þess vegna það bara siðferðilega rangt að hafa upplýst þetta með þessum hætti, hvort að það svo lögformlega rangt, það verða dómstólar að skera úr. Þannig að kerfið vísvitandi að blekkja unga lántakendur? Ég held að það sé ekki hægt að kalla það neitt annað. Þar á meðal Íbúðalánasjóður sem veitir fólki ekki slíkar upplýsingar eins og sést á þessu svari sem þeir sendu frá sér. Fólk auðvitað upplýst þau gjöld og þau gjöld sem eiga við, en það sem auðvitað óvissu þátturinn, það hversu mikil áhrif verðtryggingin hefur. Það auðvitað eitthvað sem enginn getur spáð fyrir. En í þessum neytendalánalögum þá kemur fram að sá sem veitir lánið, í þessu tilfelli Íbúðalánasjóður, hann skal upplýsa lántakann að öðru leyti allan kostnað. Bæði til þess að lántakinn geti val á milli lána og ekki sem dulinn kostnað að ræða. Og það þessi duldi kostnaður eða kostnaður sem ómögulegt að spá fyrir sem þeim hjónum blöskrar. Og hann ekkert smáræði. Af 20 milljóna króna láni til 40 ára eru greiddar 16,6 milljónir í vexti, kostnaður 115.000 krónur, en ef miðað við meðalverðbólgu síðustu 20 ára, 4,6%, greiðir fólk 52,8 milljónir í verðbætur. Það eru 59% af þeim tæpu 90 milljónum sem fólk borgar fyrir að taka 20 milljónir að láni. Mér finnst við vera búin að tálka allt niður sem hægt að tálka. Við erum farin að ganga á okkar varasjóði og lífeyrissparnað. Þetta særir réttlætiskennd manns að maður tekur lán upp á ákveðna upphæð, maður margborgar, maður stendur alltaf í skilum
og samt hækkar og hækkar höfuðstóllinn og þetta ekki réttlátt og ef einhver hefur einhvern tíma sagt, einhver pólitíkus að við hefum ekki efni á réttlætinu, þá finnst mér við ekki hafa efni á því að bara merja niður fólk og vilja þess til þess að standa sig. Og nú heyrir maður það að frambjóðendur í prófkjörum flokkana eru með háleit markmið það að þeir ætla að láta leiðrétta þetta og laga og lækka höfuðstól hjá fólki og taka á verðtryggingunni. Ég bý bara spennt eftir að heyra hvernig þeir ætla að taka á því. En þversögnin auðvitað sú að verðtrygging lána leyfð í lögum, jafnvel þótt ógjörningur sé að upplýsum heildar lántökukostnað af slíku láni. Já, en við teljum að neytendalánalög gangi framar vaxtabótum. Eins og við vitum þá ekki hægt að upplýsa neytendur hvernig verðbólgan verður til næstu 30-40 ára. Forlögin eru æðri. Hér verða dómstólar að skera úrum, en auðvitað getum við upplýst það hvernig þetta hefur verið síðustu 20-30 árin. Á 10 ára fresti gengur yfir kreppa hjá okkur og okkur alltaf sendur þessi reikningur. Og það bara gengur ekki, ég hundleiður á þessu. Það fyrst og fremst þess vegna sem við förum í þetta. Manni blöskrar bara hvernig þetta bitnar á fjölskyldufólki, bitnar á allri fjölskyldinu og bæði við og aðrir í kringum okkur hafa fengið börnin sín og tengdabörn og barnabörn að flytja inn á sig, tímabundið eða til lengri tíma. Elsta dóttir þeirra hjóna, maður hennar og 2 börn fluttu heim tíma þegar þau voru í vandræðum með að greiða af íbúðinni sinni litlu. Já, hún kaupir íbúð á sínum tíma á 16,79 milljónir, ég man ekki alveg hvort, og fær þarna lán 90%. Þessi skuld hjá henni núna komin upp í 26 milljónir það bil. Íbúðin selst kannski á 19 milljónir, við vitum ekki alveg, og ég sé ekki fram á það að hún getur nokkurn tíman staðið við þetta. Þau eiga einskis úrkosta og eru bara föst. En hvað gerist ef málið vinnst? Sko, ef málið vinnst, þá þetta alveg gríðarlega stórt mál og væntanlega, hvað við segja, stærsta mál Íslandssögunnar. Það bara þannig. Af hverju var ríkislögmaður fenginn til þess að vinna málið fyrir ykkar hönd? Við töldum það bara færi vel á því að þeir færu með svona, stærri mál fyrir okkar hönd. Hvaða afleiðingar getur það haft ef þetta mál vinnst? Ef aðalkrafa okkar verður tekið til greina, þá mun allur kostnaður af lánum falla niður, líka vextir og verðbætur. En ef varakrafan verður tekið til greina, sem þá bara að verðbæturna falli niður, þá erum við að tala um það að verðbætur á öllum lánum sem eru ekki í anda neytendalána, þá eiga verðbætur að falla niður. Kerfið bregst væntanlega við á öllu afli, sko. Þetta engin smá hagsmunir sem þarna undir. Allir þeir sem eiga fjármagna, þeir náttúrulega ræsa út sitt lið og ég bjartsýnn út af því að við erum að láta reyna á neytendarétt. Ég er ekki eins bjartsýn og Theodór, en ég vona bara það að fólk styðji okkur í þessari hagsmunabaráttu fyrir heimilin í landinu. Hvað gerist ef þetta mál vinnst? Þá verður auðvitað að fara í það að gera leiðréttingar eins og dómurinn segir til, en ég held að það sé allt of snemmt að huga málinu með þeim hætti. Við höfum ekki semst niður að reikna neina stærði. Það auðvitað mun hafa mjög víðtæk áhrif almennt bara ef þetta mál fyrir okkur í óhag. Ég gerir ráð fyrir því að sérfræðingar fjármálaeftirlitsins meti það hvort að það sé einhverjar líkur á því og geri þær eðlilegu varúðarráðstafanir gagnvart fjármálakerfinu sem þyrfti að gera í því tilfelli, en ég held að það sé allt of snemmt að fara að vera með einhverjar slíkar vangaveltur. Myndi þetta kalla á setningu nýrra neyðarlaga? Hugsanlega. En svo tala við tökum peningaláni, við eigum að greiða jafnvirði þeirrar upphæðar tilbaka á endanum. Hvernig eigum að bæta þeim það upp sem að eiga sparifé sem er verðtryggt vegna þess að við erum með verðtryggt lán? Sko, eins og þetta í dag, þá er þetta einhliða. Þú veist, sparifjáreigendur og fjármagnseigendur, við erum með svokölluð belti og axlabönd, eins og að segja. Sko, það er ekkert að því að ef við getum bundið þetta kannski við vísitölu húsnæðis eða eitthvað svona sem að fólk á, í staði fyrir að ef það kemur frost í Flórida þá hækka mín lán. Þú veist, þetta bara meikar ekki sens.